Fyrir ekki svo löngu var ekkert hér fyrir aftan mig, ekki einu sinni landfylling. Nú skömmu síðar komið heilt hús undir siglingaklúbbinn Nökkva á Akureyri. Og það stóð ekki á svarinu þegar ég spurði Tryggva Heimisson formann klúbbsins hverju þetta breytti fyrir klúbbinn. Þetta náttúrulega algjör bylting í landstarfsemi Nökkva, sem snýr að því að vera í landi, bæði með búningsaðstöðu, geymsluaðstöðu og svo viðgerðaðstöðu sem skiptir máli og líka bara svona félagsstarf, kennslu, svona bóklega kennslu og námskeið og annað og svo bara þessa svona almennu starfsemi sem íþróttafélög hafa eins og hittast á fundum og taka ákvarðanir, félagsfundi, aðalfundi. Nú hægt að stunda þetta allt hér í sama húsnæðinu. Allt á einum og sama staðnum? Já, allt á einum og sama stað og það sem kannski kemur mest náttúrulega þessi búningsaðstaða. Hún náttúrulega bylting frá því að vera 1,5 sturta og kannski 5-6 fermetrar. Yfir það nú eru held ég 9 sturtur og sér starfsmannastaða. Það eldhús fyrir starfsmenn og iðkendur og svo náttúrulega bara hægt að geyma allan búnað innandyra. Þetta mörgum tímum, ofta tímum bara mjög verðmætur búnaður fyrir svona félög Við vöðum ekkert í peningum þannig að hlutinir þurfa að vera í lagi og það mjög slæmt að vera með sérstaklega vetrartíman búnað úti og annað Þannig að þetta algjör bylting öllu slíku Þeir opnuðu júlí fyrir að náðu svona skottuð á sumrinu þannig að en nú hávetur starfsemin þá í lágmarki eða ekki? Jó, hún náttúrulega annars eðlis en það náttúrulega kajakmenn og þau sem eru á róðrabretti þau róa alla mánuði ársins með þess að bara held ég hafi brotið sér leið í gegnum ísinn í desember yfir jólin og en svo eru náttúrulega reynum að halda námskeið og félagsfundi og gera við það sem við getum yfir veturinn. Það sem hefur breyst að nú þurfum við ekki að vera að gera við hluti á sumrin þegar við höfum að vera að kenna eða þjálfa. Heldur getum við bara sinnt því yfir veturinn og þá bara allt tilbúið þegar sumrin kemur. Voru ekki tvö óvenju stór mótjókur fyrir að húsið var þá nýkomið í gagnið? Já, við fengum húsið miðjan júlí og við heldum svo Íslandsmót fyrstu helgina í ágúst með stærsta mót sem haldið vanalega á Íslandi í siglingum. Þannig að við gátum nýtt húsið í það og ekki veitt af á þessum tímum, það var náttúrulega á þessum COVID-tímum, það var gott rými og svona geta haldið fólki svolítið aðskildu og mikið pláss til að koma svolítið í gegn. Og svo höldum við alltaf Akuramót og lokamót Siglingasambands Íslands í lok ágúst sem þá hefur nú verið núna 2-3 ár næststærsta mót landsins. Og það heppnaðist líka náttúrulega mjög vel, enda kjöraðstæður til að taka á móti keppendum í nýja húsinu. Hvað heldur þessi margir sem stunda þessa íþrótt hér? Á hverju? Já. Á sumrin þá koma svona 200 börn á námskeið eða iðkað á keppnissiglingar. Langflest eru bara til að njóta og leika sér á sjónum og læra þá á skútur og kajaka og slíkt og svona læra umganga sjóinn, þessar öryggisreglur og hvað maður þarf að passa á annað. Svo nú slatti af kajakmönnum og kjölbáta siglingamönnum. Þeir kannski ekki hér, þeir náttúrulega þurfa stærri höfn, þeir eru þá út í Sandgerðisbót með sínar skútur. En þeir halda nú kaffifundi einu sinni í mánuði í nýja húsinu, vöfflukaffi eða eitthvað svona gott. Þannig að þeir eru ákaflega sáttir að geta haft samastað yfir veturinn og rætt sín mál og málefni. En þið verðið nokkuð komin á fullt bara í maí? Já, æfingar hjá svona keppniskrökkunum byrja í maí. Svo byrja bara aðalstarfið náttúrulega grunnskólanum lýkur. Og þá alveg keyrist þetta mjög hratt upp í byrjun júní. Og þá alltaf bara brjála líf og fjör Þá eru kannski 60 til 80 börn á dag alveg á fullu.
og það verður náttúrulega frábært að geta keyrt þann hluta í fyrsta skipti næsta júní sko, geta tekið á móti þeim þar.